Nú höfum við séð þessa grunn hluti, þessa típunar, hvernig við geymum gögnin í áskrift og þá er farið að næst að sjá hvernig við búum til einhver forrit úr þessu. En JavaScript byggir upp á segðum eða expressions, eins og flest forritunarmál, og það er einhver kóðabútur sem skilar einhverju gildi. Og gildi getur verið þetta sem við erum að skoða, talstrengur og svo framvegis. Segðir getur síðan innihaldið aðra segðir, eins og 1+1, það er gildi, virki gildi, og skipanir eða statement eru síðan samansöfn af segðum og forrit eru samansöfn af skipunum. Þannig að einfaldasta skipunin, segðin og forritið er segð með semikomu og þá kemur inn hérna semikoman og hún hefur eitthvað ákveði skilgreint gildi í JavaScript og það er í raun að vera statement terminator og það er í sama og í Java og í C. Við höfum þetta statement og við erum að segja að þetta þar með líkur þessu statementi. En hins vegar í JavaScript, eins og aftur, þetta er svona svolítið loose forritunarmál, þá er ekki krafa það að setja semikomu af því að það er skilgreind reiknirit í JavaScript staðlinum sem heitir automatic semicolon insertion sem sér að setja inn semikomur þar sem það vantar. Þannig að þegar það er verið að túlka kóðan þá er athugað í raun hvernig lítur þessi kóði út hérna og hvar í raun þarf ég að skilgreina milli segða eða milli statementa. Og þar er settur inn semikoma, en þetta þarf að passa og við ættum alltaf að setja inn semikomu þó svo að það sé í raun svona 2 skólar af fólki sem skrifa í JavaScript. Einn sem segir setjum inn semikomur og aðrir sem segir setjum ekki inn semikomu. En ég hallast að því alltaf að setja inn semikomu því þá erum við að vera explicit það sem við erum að gera og eina af mínum svona guiding principle er explicit over implicit. Þannig að við viljum ekki hafa eitthvað svona óþekkt sem getur ruglað í okkur, heldur viljum við í raun segja nákvæmlega það sem við viljum segja. Síðan þegar þið eru aftur orðin reyndir JavaScript forritrar, þá getur þið myndað ykkar eigin skoðun og annarkvort skrifa semikomu eða ekki. En það sem þetta getur betið okkur er til dæmis þetta hérna, það sem við erum með return og í nýrri línu út af því að við viljum vera að formata eitthvað eða bara eitthvað. Þar erum við með einhverja segð sem við viljum að skila. Hins vegar ef að automatic semicolon insertion algoritmin sér þetta, þá túlkar það þetta sem í raun return og síðan það að keyra segðina a plus b. Og það er alls ekki það sem við viljum. Þannig að þarna myndum við í raun fá return og ef við gerum return úr falli á þess að skilgreina neitt gildi, þá skilar það undefined og þarna getur við í raun farið að lenda í einhverjum villum sem að geti verið erfitt að rekja. Annað er ef við verum með eitthvað svona flókna, ekki flókna, bara með einhvern útreikning og við ætlum að segja niðurstaðan okkar er a plus b og svo í næsta skrefi ætlum við að gera eitthvað sem er innan sviga sem við viljum í raun keyra til þess að fá eitthvað svona side effect, við viljum í raun keyra einhverja segð á þess að binda hana við á þess að setja gildið í einhverja breytu að þá myndi í raun þetta vera túlkað sem að við værum að framkvæma margföldun þarna inn í svigan með gildi b og aftur sem er eitthvað sem við viljum ekki. Og það eru síðan fleiri svona lúmskar leiðir sem þetta getur bitið okkur. Þannig að það er best að vera bara með semikomu og skrifa semikomu þar sem hún á að vera. En síðan erum við með breytur og það skilgreinum við með lykilorðunum let, const eða var. Og var er sem sagt eldri leið til að skilgreina breytur og við notum hana ekki í dag. Þetta sem breytist allt með ECMAScript 6 en það er aftur kóði sem við sjáum gæti nota var og við munum í raun sjá líka kóða sem við munum svona búa til seinna sem við sjáum var en þegar við skrifum okkar forrit þá notum við let eða const. Síðan þegar við skilgreinum breytu þá getum við auðvitað gefið henni gildi úr einhverju segð og segðin getur verið bara ákveðið gildi eða einhver segð eða eitthvað statement. Eitthvað sem skila gildi í lokin, þannig að við getum sagt bara eitthvað ákveðið gildi. Breytunöfn eru hástafanæm, þannig að result og result í hástöfum er ekki það sama.
þegar við höfum skilgreint breytu með let eða const þá megum við ekki skilgreina aftur í raun í sama skóp. Nú erum við sjá eftir hvernig scoping virkar. Og síðan aftur, þetta breytur innihalda ekki gildi. Breyturnar vísa í gildi. Og breytur hafa ekki típu, heldur hafa gildin típu. Sem þýðir þá að þarna fáum við villu ef við reynum að skilgreina sömu breytun aftur. Lett og lett hérna. En út af þessu með breyturnar og gildin, þá getum við breytt gildum í breytum eins og við viljum. Þannig við getum byrjað með það að skilgreina breytu sem heitir a sem einhvern streng, breytunum yfir í tölu, síðan yfir í eitthvað boolean og síðan aftur yfir í eitthvað undefined. Þannig að þetta allt saman löglegt og getur gerst og í raun kostur og galli. Og þetta í raun þetta að vera með dýnamíska breytur. Það geta bara verið með, það í raun vísa bara í einhver gildi. Const síðan leið til þess að skilgreina breytur alveg svo lett, en það bannar endurskilgreiningu á grunngildinu. Og það þýðir þá að við megum ekki breyta þessari const breytu eftir að hún skilgreind, svona const stytting á konstant, og við fáum þá villu. Sem þýðir að ef við skilgreinum einhverja breytu hérna sem 1 og reynum að breyta inn í eitthvað annað, þá fáum við type error, keislu villu. Og þetta svolítið yfirleitt notað þegar við erum að búa til einhverja svona fasta. Þá þeir yfirleitt skýrðir í ástöfum. En svo getur þetta líka verið bara í forritun að við viljum í raun nýta okkur const. Og við munum koma inn á það seinna. En breytu nöfnin sjálf getur heitið hvaða orðið sem þar með ekki byrja á tölustaf út af því hvernig túlkurinn túlkar og hérna tókena þessar strengi. Þannig að það verið að byrja á staf eða dollarmerki eða underscore. En engin önnur tákn eða tölustafir með að vera í byrjuninni. Og við getum notað íslensku, það allt í lagi. Við getum meira að segja notað emoji fyrir breytunum, þó ég mæli ekki með því. Síðan ákveðin frátekin orð sem við getum ekki notað. Það smá ósamræmi á milli keisluumhverfa, það samt minna í dag. Þetta var alltaf munur á milli Internet Explorer og WebKit, en í dag þetta aðeins öðruvísi. Og það við getum ekki skýrt breytur þessum nöfnum sem til dæmis eins og í function eða if eða type of eða var eða void. Og það sum sem voru tekin frá þarna, svona til öryggis, eins og protected og public og private, sem var í raun ekkert notað í byrjun en núna notað í því hvernig við skilgreinum klasa. En þetta allt eitthvað sem við getum ekki skýrt breyturnar okkar með. Og svo aftur að þessu umhverfi, þessu keislu umhverfi sem við erum að nota. Og það í raun, þetta ekki tómt þetta umhverfi. Þetta í raun umhverfi sem í raun einhver hlutur sem heldur utan einhverja ákveðna hluti. Þessi stöðluðu hluti og föll sem við sáum nokkur áðan eins og parseInt og parsefloat. Og þar þessi hlutir allir geymdir. Þannig að þeir allir settir á umhverfishlutin. Og í Vavra þá þetta window. Þannig að ef við skorum hérna og við skrifum window, þá fáum við í raun bara gommu af dóti. Og það bara alveg hérna heilmikið af einhverju. Og ef við skoðum sem sagt hérna lokum þess aftur, skoðum window.parseInt parseInt. Þannig að þetta í raun sama fallið. Þannig að allt það sem í raun, það sem við köllum í svona, í raun kalla í það á window. Og window sem sagt í Vavra, en í Node.js þar höfum við ekki window, heldur þar höfum við eitthvað sem heitir process. Og það þá út af því að Node.js ólíkt Vavranum, út af því að það keyrir í raun á tölvu, í process á tölvu, ekki í Vavra. Þannig að ég gerir hérna window, þá ekkert window, en ef ég gerir process,
þá fæ ég allar upplýsingar tölvuna mína og hvernig hún keyrir og til dæmis þá get ég líka lesið skrár eða ég get skrifað í skrár eða ég get opnað socket eitthvað út af því að það eitthvað sem Node útfærir. Þannig að þá erum við með process.parseInt einhver hluti vegna allavega það er process í Node.js og það er window í Vavra. En Vavrinn hefur líka ákveðin föll til að birta og sækja upplýsingar frá notanda og það er til dæmis eins og alert sem þið hafi kannski rekist á einhvern tímann þar sem að þið gerið eitthvað og Vefur segir til dæmis ertu við sem þú viljið fara til dæmis eins og í einhverju að þá get ég sagt alert og þá er það eitthvað message og þá get ég sagt hi og þá fæ ég í raun svona alert glugga frá síðunni með skilabúðunum mínum. Síðan getum við gert confirm. Það er kannski eitthvað sem að, eins og til dæmis ef við reynum að fara af einhverju á þess að vera búin að vista eitthvað, viss að þú viljir hætta, þá fáum við þetta mögulega að skrifa cancel og ok. Ef við gerum cancel þá skilar þetta fall false, ef við gerum ok þá skilar það true. Þannig að þannig getum við búið til eitthvað sem að segja til viltu gera eitthvað eða ekki. Og svo á lokum getum við gert prompt og þá fáum við upp mögulega að slá inn einhvern streng og þá gildið sem slegið inn hér fært inn í skilagildi úr þessu falli. Þannig að þetta getum við notað þessar leiðir til þess að fá upplýsingar frá notanda og ef við setjum cancel þá fáum við null. Þannig að við vitum í raun prompt með tómastrengurinn, prompt með cancel null og séðan bara hvað sem skrifað inn strengurinn sem kemur. Þannig að við vitum í raun hvaða aðgerð verður tekin við það að interakta við þennan glugga. Þetta er það sem við ætlum að nota í fyrsta verkefninu okkur áður en við förum í raun að læra nákvæmlega hvernig við breytum vefsíðum. Þá ætlum við að nota þetta til að sjá hvernig við forritum í JavaScript. Og eftir það þá ætti þetta afskaplega sjaldan að vera notað. Þetta frekar svona intrusive. Þetta tekur yfir, þú getur ekki gert neitt annað í Vafranum meðan það einhver gluggi svona opinn. Ég get ekkert farið einhvern annan tabba og Vafrar flestir eru með þannig ef einhver gluggi eða einhver síða að búa til marga svona glugga þá kemur svona, ég sá að það búið að vera mikið á svona gluggum og ég bara fjarlægja þessa virkni frá þessum glugga og þá bara kemur þetta aldrei aftur upp og þá ertu að missa einhverjum upplýsingum og eitthvað. En síðan eru þessi staðluðu föll, hlutir og föll eins og parseInt og parsefloat og svo höfum við staðlaða hluti eins og eins og math, number og date eru svona þessi helstu og fleiri hluti þannig að þetta vísar yfir á MDN þar sem við getum lesið þessa hluti. En þessir hlutir eru svona konteinerar fyrir ákveðin föll og eigindi. Eins og til dæmis math heldur utan öll svona starffræði tengd föll og fasta. Það sem við höfum til dæmis math.py, math.e, math.cos, log, sin, tan og svo framvegis sem eru bara skilgreindar aðgerðir sem við getum kallað í. Síðan getum við líka kallað því svo max og min til þess að fá senda inn lista af tölum og fá hæsta gildi eða lægsta gildi. Floor til þess að fá gildið sem heiltala, fyrri heiltala eða ceiling til þess að fá næstu heiltölu. Þannig að ef við erum með rauntölu þá getum við kastað henni eins og 1,1, floor af 1,1 er 1, seal af 1,1 er 2. Síðan erum við með number sem inniheldur fasta og föllulegu tölur og út af því hvernig JavaScripturinn varð til þá var ekki hægt að búa til og laga útgáfurnar af isnan og parseInt. Þannig að þeim var seinna meir bætt á number til þess að aðskilja á milli þessa global falls og síðan vel skilgreinds falls sem að leiðrétti villur í isnan og parseInt. Þannig að við getum nota bæði parseInt BERT eða number.parseInt sem þá önnur útfærsla af parseInt sem
hefur leiðréttingar á einhverjum böggum. Svo höfum við isInteger, number max value sem þá í raun hæsta gildi eða min value, lægsta gildi sem tala getur tekið. Og síðan höfum við number epsilon sem epsilon gildi og þar getum við fáum við þetta minnsti munurinn þetta munurinn á milli 1 og minnstu floating point töluna sem stærri en 1. Þannig að þetta getur verið breytilegt eftir eftir keisluumhverfum og eftir tölvum og eftir örgjörfum og einhverju. En þetta gildi sem við getum notað til þess að bera saman og komist það fram hjá þessu sem við sáum á hann ef við erum að leggja saman 0,1 og 0,2 og fáum 0,3004 þá getum við aðtuga þetta epsilon gildi sem þá í raun þetta gefur okkur false en ef við sjáum í raun tökum algildið af tölunum sem við erum að bera saman við mínus í raun hit þannig að við erum með hægri hliðina og vinstri hliðina og berum hana saman við epsilon gildið og ef það í raun minna en epsilon gildið sem þá í raun þessi minnsti munur þá í raun þetta satt. Það að segja þá þetta sama talan. Þannig að þetta svolítið svona absúrt leið að þurfa að fara að gera en í raun góð leið bara líka yfir höfuð út af því hvernig floating tölur virka yfir höfuð í tölvum þá þær ekki algjörlega áræðanlegar. Þannig að það yfirleitt gott að temja sér það að nota einhver svona epsilon samanburð þegar við erum að gera samanburð á rauntölum. Síðan ef við viljum vinna með dagsetningar þá höfum við date hlutinn. Hann leyfir okkur að vinna með dagsetningar og aftur, hann svolítið buggaður út af því hvernig hún var hent saman í flýti á einhverjum tímapunkti. Hann svo margir hlutir í tölvum byggir á hversu margar millisekundur síðan Unix epoch átti sér stað. En það var í raun á miðnætti 1970, 1. janúar, sem þá svona byrjun rauntíma tölvunar. Þannig að þegar við erum að vinna með tölur þá þær allar í raun grunninn byggðar, geymdar sem þessi fjölda millisekunda síðan þetta og allir samanburður fer fram á því. En síðan getum við í raun beðið að láta konverta þessu yfir í ár, mánuði, dag eða klukku. Og þarna besti parturinn við þetta að mánuðurinn byrjar á 0. Þannig að það eru 11 mánuðir þegar við erum að vinna með date hlutinn, nema þeir eru 12, nema það 0 til 11. Þannig að við getum sagt new date, þannig að við biðjum við newum þennan hlut, þá fáum við dagsetninguna núna. Og síðan getum við sendt inn ár, mánuð, dag, klukkutíma, mínútur og sekundur og þá myndi þetta gefa okkur 1. janúar 2020 á miðnætti og svo getum við borið saman 2 date hluti þannig að við getum dregið frá B mínus A til þess að fá fjöldi millisekundar þar á milli og þá fáum við nýjan punkt í tíma sem við getum síðan byrt og séð í raun hvaða dagur það. Svo getum við notað get og set föll til þess að eiga við þessa hluti þannig að við getum sagt get year eða set year. Þannig að ef við skoðum hérna bindum þetta við einhverja breytu þannig að þetta þá akkurat núna og þá get ég sagt get day og þetta fyrsti dagur vikunar þannig að segja mánudagur get date þá í raun mánaðardagurinn get year árið og það af hverju 120, þetta eitthvað. En yfir höfuð þá í raun date king brotið í JavaScript og rosalega erfitt og leiðilegt að vinna með. Og það í raun mörg föll, eða margir pakkar sem að leiðrétta þetta og bjóða okkur upp á í raun alvöru dagsetningar meðhöndlum. En oft á tíðum date það eina sem við höfum eða við þurfum eitthvað aðeins að vinna með eitthvað og þá getum við notað það en við erum mjög fljót að lenda í vandræðum eins og til dæmis get hérna UTC full year þá fáum við 2020
Svo enga leið til þess að fá nafnið á mánuðinum, þannig að við myndum til dæmis ef við ætlum að prenta út í dag 12. október, þá þurftum við að athuga, ok, a get month plus 1 og við þurftum síðan eitthvað að athuga, þetta 10, þá skilum við október. Þannig að þetta verður mjög leiðilegt að vinna með. En síðan í raun þegar við förum að setja saman svona flóknari forrit, þá þurfum við flæðistýringar og lykkjur og það bara mjög svipað til þess sem í Java og við getum stýrt flæði forrita og framkvæmt ítranir eftir því hvað við þurfum að gera. Þegar við erum í lykkjum að framkvæma einhverjar ítranir, þá erum við með break og continue til þess að annarkvort að hætta og brjóta okkur leið út úr lykkjunni eða continue til þess að hætta keysluna sem og byrja ítraninu upp á nýtt. Síðan höfum við if sem keyrir ykkur kóða aðeins ef segðin sem inn í svega fyrir aftan if skilar trúþi gildi, þannig þarna ekki bara nákvæmlega trú, heldur bara trúþi gildi. Og síðan getum við haft else eða fleiri segðir með else if og síðan erum við með curly brackets til þess að skilgreina blokkirnar sem eru þar og við getum sleppt þeim en við ættum alltaf að hafa þar af því að ef við sleppum þeim þá auðvelt að koma með einhvern bugga af því að þá er nákvæmlega næsta segðin og eftir if svo sem keyrð. Svo sem kemur sín í framhaldinu bara keyrð óháð. Þannig hérna getum við verið með breytu, við athugum gildið, gildið í breytunni a stærri en 5 og þá prentum við eitthvað annað og í lokin eitthvað svona default gildi. Svo erum við while og do while lykkjur og það endurtaka allt eitthvað svo lengi sem einhver segður sönn og while munurinn athuga segðina í fyrsta skipti áður en að eitthvað keyrir en do munurinn keyra eina ítrun áður en að segðin athuguð. Þannig að við getum gert eitthvað svona let jafnt og 1. Hérna fáum við stækk við fyrir hverja ítrun og svo lengi sem að minna en 5 þá ætlum við að prenta út gildið á og þetta myndi gefa okkur þá 2, 3, 4, 5 út af því að við byrjum á því að keyra segðina og segðin hérna hækkar 1 eða hækkar segir, þannig að plus svona shorthand sem að tekur fyrir breytu og ef að breytan inniheldur tölu þá talan hækkuð, þannig að hérna talan hækkuð síðan hún borið saman við 5. Þetta keyrt og svo framvegis þangað til að við fáum þetta hérna. Þannig að við fáum líka út 5 hérna út af því að hérna breytan hækkuð á þessum tímapunkti og prentast út hérna. Síðan höfum við do while sem keyrir þetta þá svona. Þá fáum við ásinn líka út af því að þá þetta keyrt áður en við hækkum breytuna. Síðan erum við for lykkjur sem þá þetta byrjunargildi, núverandi gildi og uppfærsla á gildi. Þannig að við getum gert svona og síðan getum við notað break til að hætta í lykkju í miðjum klíðum. Við erum líka með fleiri leiðir til að stytta okkur leið. Við getum sett virkjan fyrir framan jafntómerkið til þess að fá shorthand fyrir þetta. Breytan verður uppfærð sem breytan, virkin og svo aðgerðin eða gildið. Þannig að við getum verið með eitthvað svona, við getum ídrað og hérna erum við að ídra, byrjum í 0, athugum 0, hérna oddatala, nei, 0 stærri en 5, nei, þá skrifum við það út og höldum þessu áfram og fáum þá þessar 4 gildi hérna. Síðan getum við verið með switch sem hegðar sér líkt og í Java. Já, þannig að þetta eru hérna flæðistýringar og lykkjur. Síðan höfum við samsett orð, þannig að þegar við erum að vinna með JavaScript þá erum við yfirleitt að vinna með skrifa breytuheitin yfirleitt í lower camel case, þannig að það þegar við byrjum á lágstaf og síðan alltaf þegar við ætlum að byrja nýtt orð þá setjum við stóran staf í staðinn.
Og þetta er sami stíll og er í þessum stöðluðu föllum sem við sáum, eins og parsint, lítið p, stórt i. Þannig að þetta er svona það sem sá stíll sem við notum yfirleitt. Þá skulum við bara taka föllin næst.